kynningu á vegum embætti landlæknis og það mér sönn ánægja að kynna Helgu Arnardóttur sem heilsusálfræðingur og verkefnastjóri hjá embætti landlæknis og ég heiti Anna Margrét og verkefnastjóri Gul september og ef þið með spurningar þá setjið það endilega í spjallið ef við tökum og svo tökum við nokkrar í lokin líka ef við höfum tíma. En já, þannig að já, gjörðu svo vel Helga. Takk fyrir og bara gaman að fá tækifæri til að koma og kynna HappApp. Ég ætla að setja glærurnar upp. Sjá. Allt að koma. Svona. Glærurnar sjást ekki. Já. Ok. Ég ætla að kynna HappApp sem geðræktarapp og vel við hæfi í Gulum september að kynna svona tól. Og áður en ég kynni appið, af því ég segi þetta geðræktarapp, þá langaði mér svona aðeins að byrja á því bara að tala um hvað geðrækt, af því við getum kannski lagt mismunandi svona merkingu í það. En geðrækt getur verið ótal margt, þetta mjög svona vítt hugtak og það í rauninni bara hvað sem við gerum, sem svona uppbyggilegt og jákvætt, sem hefur jákvæð áhrif á geðheilsuna okkar, andlega líðan og andlega heilsu. Og þetta getur verið ýmislegt, þetta getur til dæmis verið bara góð svefnrútína eða að stunda líkamlega hreyfingu, samverustundir með vinum og ættingjum. Þetta allt eitthvað sem hefur yfirleitt jákvæð áhrif á geðheilsuna okkar, þannig að það má kalla það geðrækt. Og mér langaði líka að sýna ykkur dæmi svona geðræktarverkefni sem hafa verið í gangi í samfélaginu og mörg ykkar kannast eflaust við eitthvað af þessu. Geðorðin 10, það svona kannski það fyrsta sem kom fyrir það nú kannski eitthvað 20 ár síðan það kom fyrst og margir muna kannski eftir svona seglum á ísskápum með geðorðunum. Og þetta eru heilræði sem kom úr rannsóknum á hvað það sem bara ýtir undir vellíðan og andlega heilsu einstaklinga. Þá koma þessi 10 heilræði 5 leiðir af vellíðan, þetta annars svona verkefni sem að margir hafa eflaust tekið eftir og kemur frá Bretlandi og þetta líka samantekt á rannsóknum á hamingju og vellíðan einstaklinga, hvað það sem hefur jákvæð áhrif á líðan okkar. Og það var mitt erindi á vegum embætti landlæknis þessar 5 leiðir af vellíðan fyrr í mánuðinum. Geðhjálp hefur líka verið með átak undanfarin ár á Þorranum þegar það svona myrkrið ennþá vofir yfir okkur og við höfum gott að því að reyna aðeins að létta lundina. Þá hafa þau verið með átak sem að kalla G-vítamín. Og svona svolítið vitundavakning bara geðrækt að við getum öll gert eitthvað til að hafa jákvæð áhrif á líðan okkar og líka með svona heilræðum, 1 heilræði á dag, hvað við getum gert. Þannig þetta svona dæmi geðrækt og geðrækt þetta snýst átrúlega mikið það að venja sig á einhverja góða siði, venja sig á eitthvað sem gott fyrir mann og eins og fyrsta geðorðið hugsaðu jákvætt, það léttara. Þetta eitthvað sem ég held við vitum flest að gott fyrir okkur. Og en svo getur kannski verið svolítið snúið hvernig maður gerir það, hvernig ven ég mig á það að hugsa jákvætt. Og þá kemur svona tæki eins og HappApp inn. Að þar eru þá svona æfingar að aðferðir til að hjálpa mann að rækta þessa eiginleika með sér. Þannig að það þannig að appið í rauninni svona miðlar svona ákveðnum geðræktaræfingum til okkar og hjálpar okkur að stunda þær reglulega. Þannig ef ég útskýri svona eins grunninn á appinu og og eftir síðan útsýni ég eitthvað bara svolítið appið, hvernig það lítur út og hvernig það virkar en förum aðeins betur í grunninn að þetta sem sagt geðræktarapp og það byggt á vísindalegum grunni þannig að æfingarnar í appinu þær hafa allar verið rannsakaðar og eru fengnar úr aðallega úr vísindum jákvæðrar sálfræði þannig að allar æfingarnar þær hafa vísindalegan grunn á bak við sig.
Og appið ókeypis og það engar auglýsingar í appinu og það sem gerir okkur kleift að gera það að þetta samstarfsverkefni bæði við embætti landlæknis og líka við svona geðheilsuverkefni á vegum Evrópusambandsins sem embætti landlæknis tekur þátt í. Þannig að þaðan kemur bæði fjármagn og líka sérfræðingar sem að koma með góð ráð og hugmyndir. Og appið enn í þróun, þannig að það kom út fyrir tæplega ári síðan, svona útgáfa á appinu og þar nóg æfingum til þess að byrja að nota appið. En það sem skemmtilegt að það von á fleiri æfingum á næstu mánuðum. Þannig að það hægt að byrja að gera æfingarnar sem í appinu núna og svo þegar kom inn nýjar æfingar, það getur verið gaman að prófa nýtt. Og já, aðeins betur svona vísindin á bak við appið. Þetta kemur aðalega úr vísindum jákvæðrar sálfræði og jákvæð sálfræði, þetta sem sagt vísindagrein þar sem fengist við rannsóknir á hamingju og veljan einstaklinga og það svolítið verið að skoða bara, hvað það sem að hjálpar okkur á blómstri í lífinu, finna fyrir tilgangi, upplifa að við séum að þroskast og þróast í lífinu, bara svona hvaða þættir hafa áhrif á að við lifum góðu lífi eða við upplifum að líf okkar sé gott. Og út úr þessum rannsóknum hafa síðan verið þróaðar æfingar og það þessar æfingar sem að finna í appinu, aðferðir til þess að auka andlega veljan og vinna með alls konar svona jákvæða þætti eins og bara jákvæðni og bjartsýni og þakklæti og tengsl við aðra og fleira. Þannig að það svoleiðis æfingar í appinu og það núvitundræfingar í appinu og núvitund í rauninni æfa forn hugarþjálfun, eitthvað sem við getum stundað reglulega til að þjálfa hugan og það að stunda reglulega núvitund, það stuðlar að svona meira tilfinningulegu jafnvægi, þannig að það bara eðlilegt að ef við lendum í einhverju óþægilegu að við förum í uppnám og þannig að það ekki það að maður hætti því en þeir sem stunda reglulega núvitund að þeir eru svona fljótari að jafna sig eftir að hafa upplifað eitthvað sem kemur þeim úr jafnvægi. Þannig að það hjálpar með svona andlegt jafnvægi, eykur andlega vellíðan. Þetta líka hefur sýnt sig að núvitund hefur alls konar jákvæð áhrif á líkamlega heilsu og þar á meðal eflir hún ónæmiskerfið okkar og það sem kannski helst búið að koma í ljós í rannsóknum að búið að rannsaka núvitund í áratugi og það sem ítrekað kemur í ljós að hún öflugt tól við að draga úr streitu. Þannig eins og við þekkjum flest að of mikil streita getur haft neikvæð áhrif á okkur, heilsuna og líðan okkar. Og þannig að núvitund hjálpar okkur að draga úr streitinu og það hefur svo margvíslega jákvæð áhrif á heilsun okkar. Þannig að þetta aðeins svona grunnurinn sem appið byggir á hverju það byggir. En þá langaði mig að fara að sýna ykkur bara svolítið appið sjálft og hvað það inniheldur og hvernig það virkar. Þannig að appið inniheldur svona 4 flokka af æfingum, tegundir af æfingum. Það núvitund, það flokkur sem kallast hugarfar, það flokkur sem fæst við styrkleika og svo flokkur sem tengist tengslum, eða svona félagstengslum. Og undir hverjum flokki eru síðan æfingar. Og í appinu líka vellíðanarpróf, þannig ég ætla að útskýra það betur á eftir. En mig langar að fara eins í gegnum þessa flokka og sýna ykkur svona hvað æfingar eru í þessum flokkum. Þannig við byrjum á að skoða núvitundaflokkinn. Þar að finna hugleiðslu æfingar sem hægt að hlusta á og þannig að það ýmsar núvitundræfingar. Það eru líka sjálfshyggjuæfingar sem hjálpa okkur að rækta með okkur meira mildi gagnvart okkur sjálfum. Og í þessum flokki líka að finna eitthvað sem heitir meðvituð augnablik. Og það rauninni bara þannig að við virkjum þá æfingu í appinu þá fáum við sendar tilkynningar yfir daginn, við ráðum hversu oft við fáum þessar tilkynningar, en það þá bara svona tilkynning með stuttri setningu, eitthvað sem hjálpar okkur að tengja við augnablikið bara svona stutta stund í senn. Þetta ekki beint hugleiðsla, en þetta gæti til dæmis verið skilaboð sem segja taktu 3 meðvitaða andardrætti eða hlusta á hljóðin í kringum þig. En það hjálpar okkur svona að tengja við núið í smástund í einu.
En svo eru hugleiðsluæfingarnar og maður getur stillt appið þannig að maður fái bara einhverja daglega æfingu, bara æfing dagsins og þá þarf ég ekki að hugsa hvaða æfingu ég vil velja, þá er bara appið búið að velja fyrir mig. En þau sem vilja velja sjálf, þá það ekkert mál, þá smellir bara hugleiðsluæfingar og getur þá valið mismunandi tegundir. Og hérna til dæmis ef ég vel hugleiðsluæfingu þar sem að athyglin beinist að andadrættinum, þá get ég valið svolítið þar. Ég get valið hversu löng æfingin frá 3 mínútum upp í 30 mínútur og ég get líka valið hversu mikla leiðsögn ég fæ í æfingunni. Þannig að sumum finnst gott að láta leiða sig svolítið þétt í gegnum æfinguna og að því hugurinn getur verið að reika út allt og sumum finnst gott að bara fá reglulega dragðu athyglina aftur á önduninni eða eitthvað svona. Meðan öðrum finnst pirrandi að það sé verið að tala mikið ofan í hugleiðsluna og þá þetta að velja minni leiðsögn eða litla leiðsögn og þá bara svona lengri þagnir og minna talað en kemur samt leiðsögn. Svo líka þetta að velja bara þögn að þá bara þögul hugleiðsla fyrir þau sem vilja ekkert láta tala við sig í hugleiðsluæfingunni. Og þá velum maður bara tímalengdina og þá heyrist bara bjalla í upphafi og lok hugleiðslunar. Þannig að það ýmislegt í boði í hugleiðsluæfingunum. Þá fyrir við í næsta flokk sem hugarfar og þar ein æfing núna og eins og ég segi það munu bætast við fleiri æfingar í hverjum flokki á næstu mánuðum. Æfingin sem það núna heitir 3 góðir hlutir og já, bara svona svo ég bæti því við að það hægt að gera allar þessar æfingar sjálfur í dagbók eða eitthvað, það þarf ekkert endilega að gera þær í gegnum appið. Appið minnir mann á að gera æfingarnar, maður getur gert æfingarnar í appinu, það leiðbeinir manni, þannig þetta gott svona hjálpartæki til að lóðsa manni í gegnum æfingarnar. En auðvitað ef maður fílar ekki að nota app eða eitthvað svona, þá ekkert mála að nota bara dagbók. Allavega, 3 góðir hlutir, svo ég útskýri hana bara stuttlega. Hún þannig að í lok hvers dags þá rennir maður yfir daginn í huganum og svona rifjar upp einhverja jákvæða atburði sem gerðist yfir daginn. Hvað jákvætt gerðist í dag? Og svo skrifa maður niður eitthvað þrennt jákvætt sem gerðist. Þetta þurfa ekki að vera einhverjir stórfenglegir hlutir. Þetta þarf ekki að vera að vinna í lottóinu eða eitthvað svoleiðis. Þetta getur verið bara, ég átti ánægilegt samtal við samstarfsfélaga eða nágranna eða bara einhvern, borðaði góðan hádegismat, horfði á eitthvað fyndið í sjónvarpinu. Þetta bara svona hversdagslegir hlutir en eitthvað svona sem plús megin við núllið. Og þannig að maður skrifa það niður. Og svo skrifa maður líka niður hvers vegna þessir atburðir gerðust. Þannig að það hjálpar okkur að bera kennsl á uppsprettu góðra hluta. Hvaðan þessu góðu hlutir í lífinu að koma? Þeir geta komið frá okkur sjálfum. Við getum haft frumkvæði að því að hringja í einhvern eða elda góðan mat eða hvað sem við gerum. En stundum uppsprettan líka frá öðrum og þá hjálpar þetta okkur svolítið að meta það jákvæða sem kemur frá fólkinu í kringum okkur. Og þessi æfing, hún hefur alls konar jákvæð áhrif á okkur. Hún getur aukið andlega vellíðan og haft svona jákvæð og styrkjandi áhrif á geðheilsuna. Hún getur dregið úr einkennum þunglyndis líka. Og það sem hún gerir, hún raunar bara að þjálfa hugan í að taka meira eftir jákvæðum atburðum. Og smá saman bara verðum við vön því að taka meira eftir þessu góða sem að gerast í svona hversdagsleikanum. Að því frá náttúrunnar hendi þá tökum við meira eftir þessu sem klúðrast og það sem gengur illa, þannig að grípur meira athyglin okkar. Og þetta jákvæða sem gerist, það flýtur oft svolítið framhjá athyglinni, svona tökum það ekki jafn mikið eftir því. Þannig að það hjálpar okkur bara svona rétt aðeins af þessa skekkju, þannig að við séum líka að taka eftir þessum góðu hlutum. Og það getur gert okkur bjartsýnni og jákvæðari, aukið þakklæti, þannig alls konar jákvæð áhrif sem þessi æfing hefur. Ok, næsti flokkur styrkleikar og það rauninni tvennt sem þarna núna. Maður byrjar semst á að greina styrkleikana sína, finna sínu helstu styrkleika og það í appinu semst 24 styrkleikar sem maður getur svona farið í gegnum og flokkað eftir í hvort manni finnst þeir passa vel við sig og svona sinn karakter. Bara þetta partur af því hver ég eða þetta ekki eitthvað svona, einkennir þetta mig ekki svo mikið. Og að lokum þá maður komið með lista af svona sínum helstu styrkleikum, þar sem manni finnst einkenna sig helst. Og þá getur maður valið einn af þeim styrklingum og unnið markvisst með hann. Þannig að það sem sagt styrkleikaæfing sem þannig, maður velur einn af sínum helstu styrkleikum
og vinnur svo með hann daglega í eina viku. Og appi gefur okkur hugmyndir. Hvernig get ég unnið með hann styrkleika í dag? Og þannig að við getum bara svolítið lesið hugmynd dagsins, framkvæmta og svo merkt við þegar við erum búin. Og þetta hefur líka alls konar jákvæð áhrif á okkur. Fyrsta lagi bara greina sína helstu styrkleika, átta sig á því bara hvað er jákvætt og gott við minn persónuleika og í hverju er ég góð, hvað finnst mér gaman að gera. Þetta getur haft jákvæð áhrif á sjálfsmyndina okkar og þegar við náum að virkja þessa kjarnastyrkleika okkar, að þá getur að gefa okkur svona meira orku og gleði og það hefur margar rannsóknir verið gerðar á líka ef maður nær að nýta sína helstu styrkleika í vinnu. Það getur haft jákvæð áhrif á starfsánægju og svona maður finnur fyrir meira ánægju og tilgangi í starfinu. Hvað sem það er, sko. Þetta þarf ekki alltaf að vera svo augljóst hvernig maður nota styrkleikana sín í vinnunni. En þeir nýtast hvar sem er, heimilinu, í vináttusamböndum, í bara áhugamálum. Þannig að þetta þarf ekki að tengjast vinnu en getur gert það. Þannig að þetta er styrkleikaæfingin og svo að lokum seinasti flokkurinn yfir æfingarnar. Það er flokkur sem hefur með félagstengsl að gera og þar er ein æfing núna sem heitir þakklæti fyrir fólkið okkar og bara svona láta ykkur vita að það er bara akkurat verið að hanna næstu æfingu þannig að hún er væntanleg bara á næstu vikum og þannig ég segi ykkur kannski aðeins frá henni þegar ég er búin að útskýra þessa æfingu þakklæti fyrir fólkið okkar hún er þannig að við skrifum niður nöfn á 5 einstaklingum sem við erum þakklátt fyrir. Það má bæta við ef við viljum velja fleiri og skrifa bara nafnið á einstaklingnum og svo hvað það er í farið þessara manneskju sem þú ert þakkláttur fyrir. Hvað kann það meta við manneskjuna? Og þetta, það er alveg nóg að gera þetta bara og það sem þetta gerir, þetta hjálpar okkur að sjá svona hvað er það við þessa mannesku sem ég er ánægð með, hjálpar okkur að meta fólki okkar betur og svona getur líka ýtt undir þakklæti í sjálfum. Það sem er hægt að gera maður vill, það þarf ekkert, en það er hægt að taka æfinguna lengra og þannig að það er hægt að smella hérna og taka sem hjálpar okkur að deila þessu með viðkomandi. Þannig að ef við viljum, eins og ég skrifi hérna nafni á vinkonu minni og mig langar að deila því með henni hvað ég skrifaði. Það get ég ýtt á hann að taka og þá koma svona mismunandi valmöguleikar til að deila þessu. Þá get ég sendið þetta sem SMS eða á Messenger eða í gegnum Instagram skilaboð eða hvaða aðferð sem ég vil nota. Þetta kemur ekki beint inn í appið hjá viðkomandi, þannig að hann þarf ekki að vera með þetta app eða neitt þannig. Þetta kemur bara svona sem textaskilaboð. Ok, og æfingin sem ég langar að segja ykkur frá sem kemur næst, hún er þannig að ef maður kveikir á þeirra æfingu, þá fær maður skilaboð einu svona dag með svona tillögu að leið til að tengjast þann daginn. Þannig að þetta gæti verið bara prófaði að bjóða okkur mannesku góðan daginn eða er einhver sem langar að hringi sem þú ekki heyrt í lengi eða hvað segir að bjóða einhverjum í göngutúr, einhver svona tillögur og auðvitað ræðum maður hvort maður fylgir tillögun eða ekki en aðalmálið er að við höfum gott að því að vinna með tengslin dagstaglega bæði við okkar nánustu en líka við fólk sem er lengri í burtu, kunningja, vinnufélaga, nágranna, hver sem er og en málið er að við gleymum þessu svolítið að við erum bara í einhvern veginn svona hvað sem autopilot og sjálfstjórn einhvern veginn og dagurinn líður og við bara gleymum svolítið að sinna þessu. Þannig að þetta hjálpar okkur líka bara að muna eftir þessu og gefur okkur hugmyndir hvernig við getum gert þetta. Ok, og svo að lokum þá langar maður að segja ykkur frá vellíðanarprófinu sem er í appinu. Þetta er próf sem metur svona hvar við stöndum með vellíðan, það sem kallað ensku well-being og þannig að þetta er ekki þunglyndspróf, þetta er ekki kvíðapróf, þetta er vellíðanarpróf, hvar stendur með vellíðan. Og maður svarar 7 spurningum, hérna er dæmi eina spurningu úr prófinu og þegar maður er búinn að svara þessum spurningum þá fær maður út svona ákveðna tölu og svo kemur smá texti líka hvað þessi tala táknar. Er þetta yfir meðalagi, undir meðalagi og svo koma líka hugmyndir að hvað við getum gert til að auka vellíðan ef við mælumst lág í vellíðan. Og þetta getur líka hjálpa okkur að meta árangurinn af æfingunum í appinu. Þannig að væri hægt að taka þetta próf, prófa svo að gera einhverja æfingu í 2 vikur og taka prófið aftur. Og appi stingur upp á því að taka þetta próf einu sinni í mánuði
En þið ráðið því algjörlega, maður getur líka bara lokað og afþakka það, þannig að maður þarf ekkert að taka þetta próf frekar ef maður vill. En sumum finnst gaman að geta svona mælt árangur og fylgst með stöðunni, þannig að þetta er sniðugt fyrir þau. Ok, þannig að þetta er svona hvernig appi lítur út og lokum langaði mig að sýna ykkur svona dæmi bara hvernig heimaskjárinn getur lítið út. Þannig að þetta er heimaskjárinn hjá mannesku sem er að vinna með 3 góða hluti æfinguna og er með stillt á að fá hugmynd af svona daglegri hugleiðsluæfingu og líka með meðvituð augnablik, það er hann sem birtist efst, leið til að tengjast núinu smástund. En heimaskjárinn lítur öðruvísi út bara eftir hvaða æfingum maður er að vinna í. Þannig ef ég var að vinna í styrkleikaæfingu þá myndi hún birtast þannig að þetta er bara svona, já, og þið veljið svolítið bara hvaða æfingar þið viljið vinna í og hversu lengi og svoleiðis. Ok, þá er ég búin að fara að kynna appið og þannig að lokum þá bara ef þið viljið lesa meira appið þá er vefsíða happapp.is og það er hægt að fylgjast með svona helstu ef það kemur einhver ný æfing eða eitthvað nýtt að frétta, þá er hægt að fylgjast með á Facebook síðu og Instagram síðu Happapps. Og eru svona QR-kóðar, þannig að ef að þið eruð í tölvu og eru með síma við hendina, þá getið þið skannað kóðan og sótt appið. En þá er ég í rauninni búin að segja allt sem mig langaði svona að segja appið. Það er líka hægt að finna þetta ef þið náðu ekki að skanna QR-kóðan. Maður bara hægt að leita þessu í App Store og Google Play og bara skrifið Happapp í einu orði. Ok, en þá höfum við smá tíma fyrir spurningar ef einhver er með spurningar. Ég ætla bara að hætta að deila hérna. Já, er einhver með einhverja spurningar eða vangaveltur appið? Já, mér langaði bara kannski að þakka þér kærlega fyrir góða kynningu, Helga, og mér er svo gaman að sjá hvað mikið að bætast við líka af æfingum og þessi þakklætisæfing og senda á vini eða fjölskyldumeðlim finnst mér alveg algjör snilld. Þannig að ég ætla að prófa það. En kannski bara ein spurning frá mér. Ég var að velta fyrir mér ef maður er með einhverjar hugmyndir kannski einhverjar nýjar æfingar eða óskir einhverja tegund af æfingu. Gæti maður þá sent þér eða hvernig myndi maður gera það? Er það hægt? Já, takk fyrir. Já, algjörlega. Það er nefnilega bara akkurát fólkið sem okkur langar mest að heyra frá. Það er fólk sem er að nota appið og fær einhver svona hugmynd, hugsar eitthvað, það væri gaman að hafa svona æfingu, að það er svo ótrúlega gagnlegt fyrir okkur að heyra það. Þannig að það er í appinu hægt að senda inn ábendingar. Þannig að það er svona 3 strik upp í hægra horninu, maður smellir á það og svo að senda endurgjöf. Þannig að endilega ekki hika við það, bara ótrúlega gott að heyra frá okkur ef þið eru með einhverja hugmyndir og bara þau sem eru að nota appið eru best í að segja manni hvað vantar í það. Frábært, það er mjög sniðugt að sé inn í appinu. Ég held að sé að koma einn spurning í spjallið, en kannski er einhverju aðrir með spurningar. Það er allavega búið að benda á, já, Rannveig benda á í spjallinu að vera mjög sniðugt að geta stýrt ítarlega leiðsögninni í hugleiðslunni. Það er mjög sniðugt einmitt af því það er misjafnt hvað maður vill hafa mikla leiðsögn. Já, nákvæmlega. Í hugleiðslunni. Já, ég sammála því. Já, þá held ég að sé ekki enga fleiri spurningar eða nokkuð. Ok, þá held ég við segjum þetta bara gott og bara takk kærlega fyrir. Er ein spurning, Elisabeth, eru hugleiðsluæfingar góðar fyrir byrjendur? Já, algjörlega, takk fyrir. Það eru það, sérstaklega maður velur meiri leiðsögn og ég myndi mæla með því að byrjendur byrji bara á stuttum hugleiðsluæfingum. Og er þetta að byrja bara á 3 mínútum og gera það í nokkra daga og svo ef mann langar að fara lengra 5 mínútur. Og já, ef maður er með mikla leiðsögn þá er maður alveg leiddur þétt í gegnum þetta og þarf í rauninni ekkert að hafa mikla þekkingu eða reynslu af hugleiðslu. Já, bara takk fyrir spurningarnar. Eitthvað lokum, Anna Margrét, sem þú vilt koma á framfæri eða? Mér langaði bara að þakka þér aftur fyrir frábæra kynningu á appinu og einmitt líka geðræktina
og svo langar við bara líka að hvetja ykkur til að fylgjast með heimasíðunni Gulur september. Gulur september til 10. október, þannig að það er svona, já, það er svona smá eftir á honum. Þannig að við gæðum bara minna á heimasíðuna fyrir Gulur september líka. Takk kærlega fyrir þessu góðu kynningu, Helga. Já, Takk fyrir komuna, sem mættið. Já, takk fyrir. Bless. Takk flott. Já,